Jæja, ritari hér í sal. Ég býð ykkur velkomin til 298. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Hann í dag þannig að hann hér í sal og fólk hér dreift salin, þannig að menn sjá nú kannski í útsendingu ekki alla en fólk situr hér, við notum allan salin til að halda hér fjarlægðum því að við höfum verið í fjarfundi vegna COVID-ástand, svo erum við það opið að fara aftur, en í staðin fundur núna í beinni útsendingu í staðin fyrir að settur inn eftir á eins og það hefur verið gert með fundir sem hafa farið fram á fjarfundakerfinu Zoom. Ég ætla að byrja að óska eftir því sem ég ræddi við bæjarfulltrúa fyrir fund, það að smá breyting á dagskrá, uppsetningu dagskrár, þannig að liður 9 í dagskrá sem ráðning bæjarstjóra 2020 verði liður 3 og bæjarfulltrúar hafa gerð ekki athugasemdir fyrir fund og ég óska eftir því hvaða athugasemdir eru. Svo ekki, þá skoðast þessi breyting á dagskrá samþykkt. Þá mun ég stýra hér fyrsta lið bæjarstjórnar sem verður ótrúlega mikil breyting fyrir mig, þar sem hafandi verið í þessu hlutverki forseta bæjarstjórnar síðan árið 2010. En það kosning forseta bæjarstjórnar fyrir kjörtímabilið 1822, breyting hér nú sem svo hljóðandi að í tengslum við uppsögn Karls Róðar Pétursson bæjarstjóra hefur orðið breyting á og að tillögum ráðningu mína í starf bæjarstjóra þá hef ég gert að tillögu að Eydís Ásbjörnsdóttir verði forseti bæjarstjórnar. Heyrið ekki í mér? Verð ég að tala herra, fyrirgefið þið. Já, nú salurinn svo langur. Já, ég skal hækka röddina. Eins og áður séum fram að hér í fyrsti liður það kosning forseta bæjarstjórnar sem ótrúlega óhjákvæmilega breyting fyrir mig og mínum högum sem frá því ég verið hér síðan 2010 því hlutverki. En það í tengslum við uppsögn Karls Róðar Péturssonar og tillögum ráðningu mína í starf bæjarstjóra þá gerð tillaga að Eydís Ásbjörnsdóttir verði forseti bæjarstjórnar. Orðið laust. Engin kveðs ljós, ég ber þá tillögu til samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá ætla ég að nota bara tækifæri að henni hleypi nýjum forseta bæjarstjórnar í stólinn að þakka fyrir samstarfið í þessu hlutverki sem forseti bæjarstjórnar. Þó ég verði hér í öðru hlutverki áfram og bæjarfulltrúi þá hefur þetta ótrúlega gaman að vera forseti bæjarstjórnar allan þennan tíma og lærdómsríkt og allavega hverju á því hlutverki núna en mun vera hér áfram í öðru hlutverki. Þá gef ég Eydís eftir stjórn fundarins, gerðu svo leiðis. Bæjarfulltrúar, ég þakka traustið og fyrir að vera sett í embætti forseta bæjarstjórnar og mun nú taka við stjórn fundarins. Við erum komin í lið 2 sem kosning 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar í tengslu við uppsögn bæjarstjóra og ráðningu nýs bæjarstjóra. En lagt til að Einar Már Sigurðarson taki sæti 1. varaforseta og Sigurður Ólafsson taki sæti 2. varaforseta. Orðið laust þessa tillögu. Það engin kveðið til hljóðs og ég ber upp tillöguna til samþykktar, þeir sem hana samþykkja. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Það komið lið 3, það sem ráðning bæjarstjóra 2020. Ég ber upp tillögu að Jón Björn Hákonarson taki við starfi bæjarstjóra Fjarðabyggðar út kjörtímabilið og látum leið af nefndastörfum á vegum Fjarðabyggðar samanber samþykkt bæjarráðs frá 28. september síðastliðinn. Líkt og hefur verið forseta bæjarstjórnar og formanni bæjarráðs falið að ganga frá ráðningarsamningi við nýjan bæjarstjóra. Orðið laust þessa tillögu. Það hefur engin kveðið til hljóðs og hún ber hann upp til samþykktar og þeir sem samþykkja. Hún samþykkt með 7 atkvæðum. Einhver á móti. Þetta sitja hjá. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá. Þá erum við komin að lið 4 og 5 fundagerðum bæjarráðs númer 679 og 680
og ég mun bera þær hérna upp saman til samþykktar ef enginn veiti því andmælum að undanskildum lið 2 í fundargerð 680 þar sem Ragnar Sigurðsson hefur vakið athygli, hann vanhæfur undir þeim lið og mun sá liður vera borin upp sérstaklega hér á eftir og Ragnar mun víkja funda með hann. En ég ætla að óska eftir að byrja að taka til máls undir fundargerð 680 og það liður 1 í þeirri fundargerð en fundur bæjarráðs hófst klukkan 8:30 þar sem tekið var fyrir nýtt mál. Það að Karl Óttar Pétursson bæjarstjóri í Fjarðabyggð hafði óskað eftir að láta störfum og samþykkt hefur verið að virða ósk hans og hefur hann þegar lokið störfum. Hlé var gert að fundi þar til klukkan 16 og upplýst þá að yfirlýsing að kæma loknum þeim fundi. Fram var lögð eftirfarandi tillaga meirihluta Framsóknarflokks og Fjarðalista að Jón Björn Hákonarson taki við starfi bæjarstjóra Fjarðabyggðar út kjördæmabilið og lætur leið embætti forseta bæjarstjórnar, formennsku í eigna skipulags- og umhverfisnefnd og safnanefnd ásamt varaformennsku í bæjarráði. Eydís Ásbjörnsdóttir lætur af formennsku í bæjarráði og verður forseti bæjarstjórnar og formaður eigna skipulags- og umhverfisnefndar. Sigurður Ólafsson mun taka sæti sem formaður bæjarráðs í stað Eydísar Ásbjörnsdóttur og Pálína Margeirsdóttir mun taka sæti sem varamaður í bæjarráði. Skipa verður varaformaður í bæjarráði. Skipa verður í safnanefnd á næsta fundi bæjarráðs. Einar Már Sigurðarson mun taka sæti 1. varaforseta og Sigurður Ólafsson 2. varaforseta bæjarstjórnar. Tillagan var samþykkt með 2 atkvæðum. Ragnar Sigurðsson sat hjá. Karli Óttari Péturssoni einnig þökkuð góð störf og gott samstarf í þágu Fjarðabyggðar og óskað velfarnaðar. Við tókum það ákvörðun að vinna fljótt að þessari tillögu til að koma festu á starfsemina þar sem óvissa er vond og mikilvæg verkefni framundan. Yfir lið 6 í sömu fundargerð og það eru fleiri breytingar en nefndaskipan Sjálfstæðisflokksins 2018-22. Það var lagt fram erindi frá Sjálfstæðisflokknum breytingar hjá þeim að Jens Garðar Helgason framlengi leyfi sitt frá bæjarstjórn til 1. mars 2021. Sjálfstæðisflokkurinn gerir jafnframt breytingar á skipan í bæjarráði þar sem Ragnar Sigurðsson tekur sæti sem aðalmaður í bæjarráði í stað Dýrunar Skaftadóttur. Dýrun Pála Skaftadóttir tekur sæti Ragnar sem aðalmaður í eigna skipulags- og umhverfisnefnd. Þórdís Mjöll Benediktsdóttir tekur sæti Dýrunar Pálu sem aðalmaður í íþrótta- og tómstundannefnd og Elísabet Sveinsdóttir verður varamaður í nefndinni í stað Þórdísar Mjallar. Ekki meira frá mér í bili. Jón Björn bæjarstjóri hefur beðið orðið. Þakka þér fyrir, forseti, góði bæjarfulltrúar. Ég er vel með nýtt ávarp líka þakkabót. Ég ætla aðeins að fara að koma bara hérna nokkur mál í bæjarráðsfundargerð 679. Það náttúrulega fyrstu 2 liðir fjölluðu kauptilboð í eignir úr hinu svo kallaða gamla félagslega kerfi á Breiðdalsvík. Eins og mér að þekkja þá hefur verið að selja svolítið eignum þar, margar þessar eignir, og var svo sem hefur legið fyrir. Enga síður hefur í þessum tengslum hefur við átt í náttúrulega nokkuð löngu viðræði við Íbúðalánasjóð sem nú heitir Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, HMS, þau mál sem upp komu þegar að í aðdraganda sameiningarkosninganna 2018 við fengum þau svörum að það er farið í ákveðnar niðurfærslur á lánasafni Breiðdalshrepps í tengslum við sameininguna og hefur gengið svona illa að ná utanum endanlega útfærslu á því. En við áttum hér daginn fund með Íbúðalánasjóði vegna málsins, eða Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, þetta heitir nú í dag. Og það sem menn eru tilbúin og munu fara nú að vinna því að hvernig við formgerum þetta samkomulag til þess að það liggi nú fyrir, því að það óhjákvæmilega þarf að gerast líka í tengslum við söluna á þessum eignum. Það hefur verið mikil eftirspurn, margar þessar eignir þarna slík orðið viðhalds, þannig að sem kaupendur eru meðvitaðir en við höfum svona verið að horfa til þess að selja þær sem eru til
staðar þarna. Aðeins sambandi við lið 3 á þennan, þarna kom líka á þennan fund okkar í bæraði kom Thor Arne Berg, forstjóri Alcoa Fjarðaáls og samt Dagmari uppsýningafulltrúa fyrirtækisins á svona hefðbundin uppsýningafund sem við eigum reglulega með forsvarsmönnum Fjarðaáls og sem eru mjög góður og mjög, svona opna á umræðu mjög smál okkar á millis, snertir hluti sem eru sannlega með þetta stóra og mikla fyrirtæki sem er hér hjá okkur og skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Bara aðeins til þess að fyrir þarna maður farið mjög yfir það af því að ég veit að það hvílir mjög á eðlilega að eftir stendur ennþá hér hluti hérna gömlu starfsmannabúða sem áttu hér út á holtinu sem áttu náttúrulega að vera farnar fyrir margt löngu en er nú fastar í lögfræði flækjum og Alcoa útskýrið þann lið okkur þær eru ekki farnar eins og við hefur staðið til og átt að vera búin. En það er fasta núna í dómsmáli. Enga síður hafa verið unnið þannig tölvöld mikið skemmdarverk upp á síðkastið. Brotnar rúður hérna í húsum og það er af því bara ákveðin hætta þessum stöðun eins og í dag. Þannig er þetta bara opið inn og fyrir börn væri þarna hver sem er á ferð geta slasa sig. Þannig að það var rætt við Alcoa. Alcoa hafði nú ekki verið meðvitað um þetta fyrir bara nokkrum dögum áður en við áttum þennan fund. Þá hafði verið bent á hvað væri búið að gerast. Þau höfðu áður farið og lokað þarna og þau lofuðu því að þrátt fyrir að þessi staða væri uppi í þessum samskiptum þessar búðir eða restina af þeim, þá myndu þau fara og hreinsa upp í kringum og loka þarna. Þannig að því væri staðið þó ekki slysahætta. En það breytir því ekki að, og Alcoa hefur svona marg ítrekað þeim finnst þetta afar slæmt, að geta ekki lokið þessum kafla í þessu máli sem er að láta þorpið fara því að það var þetta ekki gert og alls ekki til þess hugsað að það stæði hér árabil eins og það er gert og er farið að bera náttúrulega þess merki líka núna í fokhættu og fleira en þeir myndu kappkosta að ganga frá því þannig að því stæði ekki hætta og við munum fylgja því eftir og ræða það við það áfram en vonandi væri þeir að vonast til líka að fara að sjást til enda á þessu máli en þetta er verulega slungið þegar þetta er í svona þessum farvegi eins og er núna í tengslum við þetta dómsmál. Aðeins bara minna bæjarfulltrúa á og sendur líka póst út í morgun satt við lið 6 sem er haustþing Sambandssveitarfélag Austurlandi sem átti að vera upphaflega 9. og 10. október var nú búið að draga búið að tóna niður má segja í lengd til 9. og en það hafa orðið breytingar svo á og við sendum út í morgun komum frá SSA að það verður rafrænt þetta þing. Það var bara ákvörðun tekin það í gær í samráði við aðgerðastjórn á Austurlandi að það er rafrænt þannig að við þurfum bara minna bæjarfulltrúa á það þannig og það munu koma fram einhvers konar breytt dagskrá skilst mér en Einar Már þekkir það nú betur og munum geta farið yfir það hér á eftir svona hvað er undir í því núna að þetta er svona breyta svolítið hratt núna þessa stundina. Síðan bara aðeins í tengslum við lið 8 í fundargerð 680 bara til þess að vekja athygli á því þar var verið að taka tilboði í verkefnið sem er inni núna og við erum að vinna í núna sem er Eskifjarðarhöfn ný höfn í kringum nýr bryggjukantur í kringum nýja og glæsilega fiskiðuver Eskju og verðandi þar líka frist í geymslu þetta er verð sem þið þekkið öll og við höfum verið að vinna að dágóðan tíð það er verið að keyra nú þetta efni í tengslum við þennan næsta lið sem er framleiðsla og niðurrekstur og bryggjustörum. Þarna tók bæjarráð inn, hafnarstjórn hafði samþykkt á milli funda hjá sér í tölvupósti þetta en þetta var þessla verk inn í bæði fjárhagsáætlun og starfsáætlun okkar á þessu ári að þarna er að ganga til samninga við lagsbjóðanda þetta hvoru tveggja framleiðslun og niðurreksturinn og við náðum tilboð sem er 86% af kostnaðar sem er mjög hagstætt og er mjög ánægjulegt að sjá og raun og veru þær framkvæmdir sem við verið í núna ég segja síðustu 2 ár í höfnunum að við höfum verið að ná svona hagstæðum því að það er engin hagur okkur heldur að sjá einhver ofsalág tilboð en við höfum verið að ná hagstæðum tilboðum og sem er jákvætt í þessi stóru verk og svo mikið með það var ekki fleira. Takk fyrir. Vilja fleiri kveðir sér til ljós? Rúnar Már, gjörðu svo vel.
Það er hérna í bæjarráði 680 starfslok bæjarstjóra. Karl Óttar Pétursson, hann kom ekki hingað austur, keypti sér hús og íbúð til að vera hér í 2 ár. Það segir sig alveg sjálft. Hann ætlaði að vera hér lengur. Karl hefur verið hér í erfiðum málum, bæði starfsmálamálum, móralum á skrifstofunni og öðrum, var tilbúin til þess að fara að taka á þeim málum, en það styður það sem ég hef svolítið stundum sagt. Við sem hér erum, við stjórnum engu í Fjarðabyggð. Fjarðabyggð er einfaldlega stjórnað af embættismönnum og öðrum starfsmönnum hjá Fjarðabyggð fyrir utan einhverja innri klíku í Fjarðabyggð sem að stýrir og stjórnar hér og togaði spotta þegar á að fara að gera einhverja hluti. Það er alveg ljóst að þegar ég byrjaði í pólitík þá var sagt það er fyrsta sem verðum að gera, það verðum að losa okkur við Pál. Ha? Já, mórallinn á skrifstofunum í Fjarðabyggð er alveg gjörsamlega út úr kú. Hann ræður ekkert við þetta. Þetta er allt saman bara í tómu rugli. Hvað er núna? Er mórallinn rosalega fínn hérna núna? Hann er enn í sama ruglinu. Og nú erum við að losa okkur við Karl. Ég hafði samband við hann í gær, fór í heimsókn til hans. Hann er ekkert að fara í neina vinnu, hann er bara atvinnulaus. Vegna þess að hann gerði alls ekki ráð fyrir því að hann væri að fara héðan. Og það er ekkert flókið, honum var bara bolað út. Vegna þess að hann ætlaði sér að fara að taka ákveðnum málum. Og það mátti ekki gera það. Hvort sem okkur líkaði vel við Pál, hann Karl Óttar eða ekki, að þá er bara staðan svona. Svo er okkur sagt alveg kalt, þetta er hans ákvörðun að fara. Auðvitað var það hans ákvörðun. Hann kannski bara gat ekkert annað. En látið sig hverfa. Og þessi sannleikur, þetta mun alltaf smátt og smátt koma í ljós. Hvort það var þetta eina mál sem var verið að tala um, eða fleiri, þau voru nefnilega miklu fleiri. Og mér þykir þetta afar leiðilegt þó að við stöndum frammi fyrir þessu í dag sem við erum að gera, að skiptum bæjarstjóra og allt það. En það er sjálfum sér bara afleiðing af þessu máli. Og rauninni kannski var ekki þetta að breyta því eftir að það var orðið. Hann var búinn að ákveða þetta. En ég les það út úr því að hann er ekki að hætta á frjálsum vilja. Það er bara það, ég get ekki lesað annað, ég var að tala við mikið af fólki og hann sjálfan og þetta er ekki svona einfalt að hann sé bara að fara vegna þess að hann sé leiður að búa hérna. Það er bara ekkert svoleiðis. Fara að selja húsið sitt og allt sem hann er búinn að fjárfesta hér í. Þetta bara segir sjálft. Þannig að það þarf að taka á hlutunum hér innan skrifstofunar, innan embættismannanna, innan sviðsstjórana. Við þurfum að taka á þessum málum og lækka þennan hroka sem í þessu er. Það er bara ekkert flókið. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Rúnar Már Gunnarsson. Ég ætla nú aðeins að bregðast hérna við og biðja bæjarfulltrúa að gæta orða sinna hér gagnvart starfsfólki og virða þeirra persónulega skoðanir. Við tjáum okkur ekki starfsmannamál og eins og áður hefur komið fram að Karl Óttar Pétursson óskaði eftir lausn frá störfum og við urðum við þeirri beiðni og höfum átt gott samstarf og við virðum hans óskir með það og biðja bara fólk að gæta orða sinna. Forseti og góði bæjarfulltrúar. Svona náttúrulega í ljósi þessa hlutir sem heitir breytt sem bæjarstjóri þá vil ég nú biðja menn að hafa það í huga að umræður embættismenn og starfsfólk það á ekki aðild að þessum ræðustól hér og getur þar ekki svara fyrir sig og ég
hefur verið svo mörg áður rætt, menn geta haft ýmsar skoðanir á því hvernig sveitafélagin stjórnað, en það ef menn telja sig vera á einhvern nátt í einhverjum árekstrum við það, þá komi það beint til bæjarstjóra og fari ekki fram hér, því að við okkur líka skylt að standa vörðum okkar starfsfólk í hvívetna í sínu störfum. Það að vinna samkvæmt því umhverfi sem því skapað og treysta því að það sé gert sem best og síðan svo bara okkar sem erum þar þá í þeirri stöðu að vera yfirmenn þar. Það sé þá rætt við okkur millilega laust ef eitthvað slíkt og við þá í mínu tilfelli sem nýs bæjarstjóra að ég taki það svo áfram og skoði það. Þannig að ég finnum að hafa það, en að öðru leyti hef ég ekki fleira að segja þessum lið. Orðið list undir Ragnar Sigurðsson. Bæjarstjóri, forseti og aðrir bæjarfulltrúar, byrja á því að óska nýjum bæjarstjóra til hamingju með embættið og forsetum. Ég ætlaði aðeins að fara byrja á fundargerð bæjarráðs númer 679 varðandi reglulegan fund Alcoa Fjarðaráls með bæjarráði. Þetta mjög svo góðir fundir að eiga með þeim reglulega og mér fannst nú bara vera svona sæmilegt í þeim hljóðum eða við ástandi á álmörkuðum svona undanfarin 3-4 ár og ánægjulegt að heyra að þeir eru að fjölga starfsfólki og jafnframt að það er áfram eftirspurn eftir þessum fínmálmi eða gæða málmi sem er framleiddur hér hjá okkur. Þannig að það var svona jákvæð tíðindi þaðan að manni fannst. Svo er auðvitað bagalegt þetta með vinnubúðirnar, í hvaða stöðu það hefur verið og er svo sem ekki nýtilkomið og erfitt annað en að sýna fyrirtækinu skilning þar sem að vinnubúðirnar eru komnar í erfið málaferli. Að sama skapi að þá það hefur svo sem eitthvað þokast áfram í að fækka vinnubúðunum en þetta er orðið dágóður tími og ömurlegt að það skuli ekki hafa tekist að fjarlægja þær eftir allan þennan tíma. Og ég tók það nú fram þarna á fundi bæjarráðs að þrátt fyrir þessar skemmdir að þá er nú í rauninni mest að furða að þetta hafi fengið að vera óhreyft og án skemmda öll þessi ár, án eftirlits og lokunar. Ég held að það hefðu víðast hvar verið unnin skemmdaverk á svona svæði í flestöllum samfélögum verandi búið að vera svona jafn opið og gott aðgengi að þessu. Varðandi fundargerð bæjarráðs númer 680 lið 1 starfslok bæjarstjóra þá þá er þetta vond staða og margt rétt sem kom fram hjá Rúnari. Það hefur alltaf verið ætlunin að bæjarstjóri yrði ekki lengur en raunbar vitni. Maður heyrir auðvitað ýmislegt og það er auðvitað óþægilega í þessari stöðu að verandi í bæjarráði og bæjarstjórn og veit ekki neitt og heyrandi allar sögurnar sem eru hérna í samfélaginu og annað. Ég held að það sé svo sem bara best að varðandi einstök starfsmannamál og daglegan rekstur hérna á starfsmannahaldinu hérna í sveitarfélaginu og þær umræður eiga best heima í bæjarráði og það er alveg ljóst að þær umræður eru best geymdar þar og þar þarf að taka á málunum með föstum tökum. Hvort að það er eitthvað skylt með brotthvarf Karls Óttars, það verður auðvitað meiri hlutin bara að svara til en ég get alveg tekið undir með Rúnari að það er
það er vont að þessi umræða sé hér í samfélaginu og sé þetta hávær varðandi starfsmannahaldið. Fleira var það ekki frá mér. Takk. Takk fyrir þetta Ragnar Rúnar Morgunarson, gjörðu svo vel. Ég var búinn að hugsa svo mikið á það hvað ég ætla að segja. Ég glemt að segja forseti, bæjarstjóri og gestir. Þannig ég er búinn að segja það núna. Sko, sko, af því að þau komu nú hér upp á eftir mér og fóru bara með einhverja bölvavilsu. Ég var bara ekkert að agnúast út í þetta fólk. Ég var bara að segja sögur af þessum samskiptum. Ég er ekki í stríði við neinn embættismann eða sviðstjóra eða nokkuð þarna á bæjarapparatinu. Það er bara þannig. Ég er bara að segja ykkur sögur hvað mér er sagt og hvernig hlutinir eru. Þannig að þetta var bara rangt hjá ykkur. Svo í sambandi við fundin með Alcoa forstjóranum daginn, þá er mér alveg slétt saman með þetta dótari hérna upp á þessu mel. En þeir skulu ekki standa við samningi sinum að borga í slökkviliðið, það finnst mér miklu alvarlegra mál. Þeir áttu allir sér að reka þetta slökkvilið með okkur, en er ekki að gera það, og þess vegna ég margbúinn að leggja það til að slökkvilið verður bara lagt niður. Við förum bara aftur í sama horfið við vorum í áður. Það er eina sem er rétt að gera. Það er bara að leggja slökkviliðið niður, það verður bara eitt slökkvilið á Reyðarfirði og annað á Eskifirði, útkastslið og annað eitt á Norðfirði og þetta batterið að nútra það bara deyr. Takk. Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri, biður um orðið, gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir. Ég viljum kannski aðeins vera þetta núna. Við erum í samstarfi við Alcoa slökkvilið. Það er hárrétt hjá Rúnar Gunnarssoni, bæjarfulltrúa. Já, fyrirgefðu, ég átti að hækka röddina. Alltaf verið að kvarta við talið svo hátt stundum, ég noti alltaf útröddina, nú er ég að reyna að vanda mig. Hvísla. Það er hárrétt að við erum í samstarfi rekstur og atvinnuslökkviliðs í Fjarðabyggð. En náttúrulega þess saga er bundin uppbyggingu álversins. Af því að það er óhjákvæmilega, það fylgir stað og þannig á sínum tíma árið 2006 þá stofnum við til þessa slökkviliðs sem er og leið tökum við yfir sjúkraflutninga sem voru á hluta til á höndum Rauða krossins í þéttbýliskjörnunum yfir á þess framfæri og svo höfum við útvikað það. Það hefur haft mikil, ég er án þess ef að þetta hefur haft mikil gæði í för með sér. Það deilum við ekkert og ég veit að Rúnar deilir ekki það að það er mikið öryggismál í samfélagi að hafa slíkt lið til staðar síðan og þetta eflir þá hlutastarfandi sem við erum nú þegar með á Norðfirði og við erum með á Fáskrúðsfirði og Suðurfjörðum. Þetta er allt saman liður í því. Ég myndi nú kannski ekki taka svo djúpt í árinu að Alcoa standi ekki við en eins og í öllum samningum þá hafa menn þetta á því stundum skoðanir hvernig kostnaðarskiptingar skulle vera og annað slíkt og við erum bara í þeim umræðum. Það er reglulegt viðfangsefni og munum vera með það áfram og við komum inn á það á þessum fundi og ég gerir ráð fyrir því að líkt og liðin ár þá munum við fara bara yfir þá stöðu á því núna og hvernig við sjáum það fyrir okkur og hvort við náum ekki það þá svona ákveðinni sín, það er ákveðna skuldbindingar, samningur á milli hlutverk hvors sem sig í þessu og ég fer í það núna sem bæjarstjóri með slökkviliðsstjóra að eiga þessi samskipti og forstjórinn var algjörlega tilbúinn til að taka þær umræður og þannig að við förum í það núna fljótlega. Þannig að ég myndi nú kannski ekki segja að ég teli það nú ofsagt Rúnar að þeir standa ekki við sína samninga, það er svo það má kannski greina hversu mikið okkur greinir á hvernig þeir eiga að vera. En við reynum að leysa það til lykta. Sigurður Ólafsson, bæjarfulltrúi, biður um orðið. Já, mér vil segja bara örfá orð starfsmannamál. Við náttúrulega höfum tekið það skýrt fram að við ræðum ekki starfsmannamál í neinum smáatriðum og þurfum að gæta ákveðnar varúðar þegar að þeim kemur en það er eins og alveg ljóst mál að þau eru ákaflega mikilvæg og
og við auðvitað bara viljum að starfsandi hjá Fjarðabyggð sé góður og að það líði fólki vel og fólk geti einbeitt sér að sínum verkefnum. Að það er alveg klárt markmið og ég veit að það er fókus hjá nýjum bæjarstjóra að tryggja svo verði. Og við náttúrulega höfum ráðið til starfa mannauðsstjóra hjá sveitarfélaginu meðal annars til þess að hjálpa okkur að bæta úr í þeim efnum. Ég held við þurfum líka að fara svona, reyna að viðhafa ákveðin svona armslengdar sjónarmið þegar kemur að starfsmannamálum og mér finnst að við í pólitíkinni þurfum að passa okkur á því að vera ekki að vera inn í þeim á neinum detail level því það býður pínu hættunni heim. Þannig að já, ég ætla ekki að segja fleiri það. Takk. Einar Már Sigurðsson, orðið. Forseti, ég vil byrja á því að því við erum að ræða þessar fundagerðir bæjarráðs að þakka Karli Óttari Péturssyni fyrir samstarfið. Þann í raun og veru allt og stutta tíma sem hann starfaði hérna með okkur. Ég átti eðlilega við hann veruleg samskipti, bæði hér og öðrum vettfangi. Einnig vil ég auðvitað nota tækifærið að óska nýjum bæjarstjóra velfarnaðar í starfi. Aðeins af því að ég hef verið að reyna að venja mig á það sérstaklega þegar Rúnar nafni minn Már segir það sem ég er sammála, þá reyni ég að taka undir hvert skipti og ég vil núna leyfa mér það að taka undir það sem að Rúnar Már sagði, að það sem að gerðist hér við þessar breytingar, að það er leiðilegt. Það er orðið sem ég held að sé afar viðeigandi. Það er leiðilegt að starfslok bæjarstjóra hafi átt sér stað með þessum hætti. Ég vil hins vegar segja að ég er ekki alveg sammála því að það sé endilega búin vera Karls Óttars í Fjarðabyggð. Hann ætlaði, sagði Rúnar, hann ætlaði að vera hér lengur og ég ætla rétt að vona að hann verði hér lengur. Há rétti á Rúnar, hann er búin að fjárfesta hér og svo framvegis. Hann er líka með slíka menntun og slíka starfsreynslu að það er alveg örugglega full þörf fyrir starfskrafta hans í Fjarðabyggð. Hann er ekki leiður á að búa hér, sagði Rúnar líka. Ég vona hann hafi haft það frá honum því hann var að vitna í samtal við Karl í gær og það hafi þá verið frá honum og þar leiðandi íti það undir að hann verði hér áfram. Síðan var orðið óljóst oft og tíðum og ég var ekki alveg klár á því hvort hann var að vitna í samtal sitt við Karl frá því í gær eða sögur, en svo í seinna skiptið sem Rúnar kom hér upp að þá tók hann af allan vafa þetta. Hann var að segja sögur sem hann hafði heyrt. Þannig að, og Ragnar sagði líka að það væri leiðilegt að heyra allar þessar sögur og vera samt í bæjarráði og vita kannski ekki allt, en þannig er það nú yfirleitt að við heyrum mikið af sögum en vitum sjaldnast allt. En ég vil segja bara í þessu samhengi, bæjarstjóri óskar eftir starfslokum, hann óskar eftir því að það sé gert á þennan hátt, þá virðum við að sjálfsögðu hans ósk það. Og þar sit ég bara punkt. Þetta er bara svona. Við höfum heyrt þegar framkvæmdastjórar sveitarfélaga er að láta störfum og það eru gefnar alls konar skýringar á því og misjafnlega nákvæmar eðlilega. En í þetta sinn óskar bæjarstjóri eftir því að hætta með þessum hætti og ég segi aftur, við virðum það og setjum punktinn þar. Við tökum ekki þátt í alls konar sögum, við getum ekki stýrt og stjórnað öllum sögum sem verða til, en vissulega er það þegar þetta gerir svona að þá geta ýmsir fengið útrás fyrir mikla sögugleði. Það segir sig sjálft þegar þetta er gert á þennan hátt. Bara eitt örstutt starfsmannamál. Það hlýtur að vera sameiginlegu vilji okkar að við höfum úrval starfsfólk hér í störfum fyrir sveitarfélagið og starfsfólk sem er ríkt af þjónustulund. Það held ég að sé lykilatriði og meira hef ég í raun og veru ekki og tel að við eigum ekkert mikið meira að segja starfsmannamál hér á bæjarstjórnarfundi. Orðið laust fundagerðir bæjarráðs númer 679 og 680 og enginn hefur óskað eftir taka því máls, þannig að ég ber þær upp
ber þá upp fundargerðir 679 og 680 til samþykktar að undanskildum lið 2 í fundargerð 680. Þeir vilja samþykkja. Þeir eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá er að liður 2 í fundargerð 680 og Ragnar Sigurðsson víkur að fundi á meðan. Liður 2, það er rekstur hjúkrunarheimilana. Ragnar Sigurðsson vék að fundi bæjarráðs við umfjöllun og afgreiðslu liðarins. Erindinu var vísað frá framkvæmdaraði hjúkrunarheimila til afgreiðslu bæjarráðs ásamt minnisblaði rekstrarlega stöðu hjúkrunarheimilana. Lögð var fram greinargerð framkvæmdastjóra rekstur heimilana og fjárþörf út rekstrarárið 2020. Í greinargerð kemur fram að fjárþörf Hulduhlíðar eru samtals 30 milljónir og Uppsala 30 milljónir króna. Framkvæmdaraðið taldi nauðsynlegt að fé var aukið framlag til rekstursins og bæjarráð samþykkti að veita fjármagni til rekstur hjúkrunarheimilana í samræmi við minnisblað og fól fjármálastjóra gerð viðauka vegna útgjaldana. Afgreiðsla viðauka vísa til bæjarstjórnar til afgreiðslu. Orðið er listu þessu tillögu. Hjördís Helga Seljan hefur orðið. Forseti, bæjarstjóri og aðrir fundamenn. Já, mál 5.2 í bæjarráði 680. Þá er það þannig að COVID hefur haft áhrif á allan rekstur í Fjarðabyggð sem á öllu landinu. Í apríl þurfti Fjarðabyggð að mæta upp söfnuðum vanda hjá hjúkrunarheimilunum sem voru 32 milljónir og nú liggur einmitt eins og Eydís gerði grein fyrir annar viðauki 30 milljónir til að mæta upp söfnuðum vanda og til að ljúka rekstrinum út árið. Og ég ætla að fá með leyfi forseta að vitna smá í minnisblaði frá framkvæmdastjóra hjúkrunarheimilana sem segir að uppsafna vandi megi rekja til launaþróunar í kjölfar nýrra kjarasamninga og COVID-19. En auðvitað eins og ég hef oft komið í pontu og talað í tengslu við hjúkrunarheimilin, þar sem ég sit í framkvæmdaráði hjúkrunarheimilina, þá hefur rekstrarkostnaðurinn hækkað umtalsvert í kjölfar þessa hættustig sem að þegar almannavarnir lýstu yfir hættustigi og stærsti liðurinn eru auðvitað fjölgun stöðugilda og þá hafa innkaupin stórhækkað. Hjúkrunarheimilin hófu umfangsmiklar aðgerðir og breyttu verklaginu sínu 7. mars. Við lokuðum því tímabundið. Það er náttúrulega umfangsmeiri starfsemi, veikindadögum fjölgað, afleysingarhlutfall vegna veikinda og þegar nú er það þannig að við erum auðvitað með fyrirmæli það að við eigum ekki að mæta með kvef í vinnuna og þá auðvitað verðum við eitthvað sem að maður hefði nú kannski látið slæta áður. Og svo erum við auðvitað með búið að bæta inn stöðugildi eða aukningu í stöðugildum í ræstingu og þvottahúsi og við náttúrulega, það var ekkert hægt að gera ráð fyrir þessum aukna rekstrarkostnaði í tengslu við COVID, það gerði engin ráð fyrir þessu en við í Fjarðabyggð og starfsfólki á hjúkrunarheimili náttúrulega bara að gera sitt besta til þess að takast á við þessa vá og það útskýrir svona við aukan hér á eftir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið laust lið 2 í fundargerð 680. Engin kveður sér til máls, þannig að ég ber lið 2 rekstur hjúkrunarheimilina 2020 í fundargerð bæjarráðs 680 eftir samþykktar þeir sem hann samþykkja. Hann er samþykktur með 8 atkvæðum. Þá má Ragnar Sigurðsson gangi í sal. Þá erum við komin í lið 6, það er fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar númer 270. Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri, hefur beðið orðið. Forseti, góði bæjarfulltrúar, þetta er alveg að hjálpa, það er einhvert vandamál á hljóðstyrk í útsendingunni og fólk sem sagt, það er bara heyri lágt. Ég er að velta fyrir mig örstutt smá að forseti heyri það svo skipta til að
Já, það gæti verið. Það er sem sagt bara kannski óskættur að fórst ekki smá hlýja. Nei, alls það. Það heyrist. Þá tökum við hlé á fundi þar sem athuga hljóðið. Hvað er hérna? Þá er búið að laga tæknimálin. Og ég set fund bæjarstjórnar hér aftur. Jón Björn Hákonarson, gjörðu svo vel. Takk fyrir, ég vona að þetta hafi bara verið minni háttar eða þannig að það var kvart aðeins undan því ég fekk skilabóðum að það væri heyrðist lágt þannig að við munum bara reyna að brýna raustina líka. Aðeins saman við fundagerð eignaskipuls- og umhverfisnefndar sem kom fram áðan fórstið þá er þetta svo sem við á fylgina aðeins svo hlaði sem núna fráfarandi formaður en kannski nokkrum atriðum til að vekja athygli bæjarfulltrúa og þannig að fyrst það er í gangi núna og eignaskipuls- og umhverfisnefnd hefur verið með nokkuð skeið náttúrulega endurskoðun aðalskipulags Fjarðabyggðar og sem nær þá yfir þá hinn gömlu að endurskoðun hinnum eldra aðalskipulagi Fjarðabyggðar og aðalskipulagi Breiðdalshrepps og þetta mun koma hér inn til bæjarfulltrúa líka. Ég veit að nefndarinnar býður núna að halda vinnufund í þessu til þess að svona fara í gegnum ákveðin atriði og ákveðna spurningar og hvert við ætlum að stefna með aðalskipulagi og það er mjög mikilvægt og ég hvet bæjarfulltrúa þegar að því kemur að því gerir ráð fyrir að verðandi formaður sem fá nýr formaður muni kalla eftir bæjarstjórn inn í vinnuna þá við tökum vel þátt í því að þetta er auðvitað heilmikill leiðarvísir, þetta er heilmikill sáttmáli til framtíðar sem auðvitað er alltaf hægt að breyta en það er samt enga síður gott að hafa megin umgjörn í hann þannig að þess þurfi ekki þannig að það bæði tekur tíma og fjármagn að breyta og sérstaklega tíma oft á tíðum þegar að kannski menn vildu geta brugðist hraðar við ýmsum leyfis umsóknum framvegis þannig að við séum að horfa sem flesta þætti sem við viljum sjá í þessu sveitafélagi til frambúðar og umgjörðin það síðan náttúrulega spilir þetta skipulag haf- og strandsvæða sem er í gangi sem er náttúrulega utan þessa en við þurfum að horfa á þetta í sammenningu þannig að það er heilmikið þarna undir í þessu og við þurfum að halda svona vel utan það núna á næstunni. Síðan náttúrulega verður sátt reynt að fara sem mest í rafræna kynningu á skipulaginu til þess að gefa bæði sem flestum kost á því. Það kom að því og svo líka þegar við erum í ákveðnum, ekki að segja vandræðum sem COVID er að gera í okkar samfélagi að búa til stærri mannfagnað og funda og allt slíkt eins og við öll þekkjum. Líka tókum við fyrir umhverfisstefnuna þarna hún hefur farið í allar nefndir sveitafélagsins og þarna voru teknar umræður og nefndin ætlar að taka það er aðeins áfram og það er svona meginmarkmið nefndarinnar umhverfisstefna sé sett fram á þannig hátt að hún sé stefna sem úreldist ekki í henni séu upplýsingar sem eru þá stefna svona ná saman að þær upplýsingar þannig að þær standist ekki segja tímans tönn svolítið þó hún sé náttúrulega að því efni að hún verður áallt til endurskoðun með reglum hætti. En við svo sem komumst, við erum þetta bara eins og við öll vitum, þá eru mikla skuldbindingar á sveitafélagunum loftslagsmál og umhverfismál og sem er hluti af alþjóðlegum skuldbindingum Íslendinga og við munum þurfa að halda mjög þétt undan það málflokk. Það er nú að vinna ýmis á vegum sambandssveitafélaga að því að gera þetta, ekki segja, svona ákveðin sniðmátt að því hvernig sveitafélagin geta stíð inn í loftslagsmálin hjá sér og séu þá að gera það á svipaðan hátt og hafi þá mælanlega möguleika og svo framvegis því að við sjáum það bara og það er eðlilegt.
þær skuldbindingar sem búin takast á, Íslandi búin takast á alþjóðavettvangi síðustu ár og þær eru þannig að það mun þurfa að við þurfum að taka þátt í því líka og þær munu bara aukast. Við erum í starfs- og fjárhagsáætlun eins og aðrar nefndir og búin að fara þarna yfir marga þætti og nú þetta hefjast svona ákveðin skriður í þeirri vinnu. Þannig að bæjarráð fer að hitta formenn og sviðsstjóra og svo framvegis, þannig að nefndirnar eru að kafa í þessu núna. Við erum tókum fyrir ákveðna tillögur í snjómorti sem sviðsstjóra var falið að ganga frá. Þannig að við horfa til þess að ná betri stýringu á snjómokstri, kannski fyrst og síðast. Við erum að betri stýringu á því líka fyrir verktakana til þess að einfalda þeim kannski, ekki að segja, þeir gangi að þeim stöðum sem þeir eru að ryðja á hverju ári þeir hafi þá. Þannig að það sé óumdeilt að ákveðin verktaki með ákveði svæði. Við erum að horfa aðeins í þann búnað sem viljum að verktakarnir hafi til þess að þeir séu sem hagkvæmast, hvort sem gagnvart ruðningnum, gagnvart tíma og svo framvegis. Og þetta svona við erum að ná utan þetta og sviðsstjóri mun núna fara að ljúka þessu núna því að það er víst að það er víst komin október og það er víst aldrei að vita hvenær á þessa þjónustu reynir. Þó við skulum vona að það verður nú ekki fyrir til áramót í fyrsta lagi og en það er svona mál. Síðan lögðum við líka fram ákveðna svona aðgerðaáætlun í sorpmálum sem eru þetta búin að vera mikið til umfjöllunar af því að það eru breytingar framundan í þeim og á þess að þetta fara kannski beint í vegna það felur sér líka ákveðna samningagerð. Þá erum við að horfa til þess að gera ákveðna breytingar á þeim málaflokki og upp úr áramótum. Þarna er komin kannski ramminn að hvert þetta stefna. Það vantar og sviðsstjóra var falið að vinna áfram með þessa tillögur. Nefndin var sátt við heildarmyndina á þeim, en við þurfum að fá fleiri fjárhagslega þætti og þann sem hann getur þá fara að sækja núna inn í þessa vinnu og hvernig við vinnum því að þetta er svona áramóti nálgast hratt og við þurfum að hafa það vel mótaða stefnu núna í svona ekki seinni í lok þessa mánaðar sem var að byrja að hvernig við stígum. Þannig að það á að vera allavega nefndin heyrðist mér að þetta er svona anda þess sem við höfum verið að ræða og unnið áfram með, en við erum þá komið með svona sýn á framtíðarskipulagið, náum svo utan það endanlega núna á næstunni. Og síðan í þessu sem var hér líka svo sem til kynninga bara að það er verið að vinna núna bæjar og samþykti að fá eflu til þess að skoða heildstætt leiðanett almenningssamgangna hér innan sveitafélags. Þetta er svona verkefni sem hefur verið mjög lengi til umfjöllunar og var rætt hér á síðasta bæjarstjórnarfundi og vonandi kemur út af því, allavega þá sjáum við ásamt kostnaðarmati hvernig við getum séð þetta fyrir okkur, þá getum við farið að horfa næsta skref á eftir. Það var ekki fleira, takk fyrir. Orðið er laust, engin kveðsetur hljóðs. Þá ber ég fundagerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 270 upp til samþykktar. Þeir sem vilja samþykkja, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta dagskrá er liður 7, fundagerð hafnarstjórnar nr. 249. Eitthvað hver orðið er laust. Enginn hefur beðið orðið. Og þá ber ég upp fundagerð hafnarstjórnar nr. 249 upp til samþykktar. Þeir sem hana vilja samþykkja, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 8, það er fundagerð fræðslunefndar nr. 8, 10 og 9. Orðið er laust, eitthvað sem vil kveða sér til hljóðs. Svo er ekki, þá ber ég upp fundagerð fræðslunefndar nr. 89 eftir samþyktar og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 9, fundagerð íþrótta- og tómstundanefndar nr. 79, orðið er laust. Pálína Margeirsdóttir hefur beðið orðið, gjör svo vel. Já, forseti bæjarstjóri og góða fundamenn. Mér langaði bara aðeins að fara hérna yfir lið 8.1 frá síðasta fundi íþrótta- og tómstundanefndar sem var fundi með forstöðumanni skíðasvæðisins í Oddsskarði. En sem sagt,
nýráðin forstöðumaður Ásdís Sigurðardóttir kom á fund nefndarinnar og fór yfir sínar hugmyndir og svona kynnti það sem hún hefur verið að brasa síðan hún mætti til starfa. Þetta er bara virkilega spennandi, hann er kraftmikil kona með, sem hugsar í lausnum, þannig að þetta getur orðið bara frábært tækifæri fyrir okkur að vera búin að taka við svæðinu aftur með kraftmiklu fólki. Við sjáum náttúrulega svolítið fyrir okkur að veturinn getur náttúrulega orðið svolítið skrautlegur með við COVID og hvernig hann leikur okkur sko. Þannig að kannski verður fyrsta árið okkar ansi flókið þó vonandi fari veiran að láta sig hverfa. En þetta er virkilega spennandi og vonandi tekst okkur vel til. Takk. Takk fyrir þetta, Pálína. Orðið er laust. Engin þessi til hljóðs og þá ber ég fundagerð íþrótta- og tómstundanefndar upp til samþykktar og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 10, fjárhagsáætlun 2020, viðauki 4, bæjarstjóri mun mæla fyrir viðauka 4. Já, forseti, hér eins og hefur verið kynnt ferðinni viðauki 4 við núverandi fjárhagsáætlun 2020 sem lagði hér fram meðal annars í tengslum við samþykktir bæjarráðs og annarra nefnda. Þessi viðauki snýr að framlagi til hjúkrunarheimila sem áður var greintir, kaup á búnaði fyrir skíðamiðstöðinni í Oddsskarði, tengslum við að við leysum samninginn til okkar að nýju, þá fylgir því að við kaupum búnað inn. Það er kostnaður vegna sumarfrístundar sem var utan hefur áður verið getið hér í bæjarstöðnum að myndi vera tekin þegar það lægi fyrir, svo tilhögun sem heppnaðist afar vel. Kaup á hljóðkerfum fyrir félagsheimilin sem samþykkt var hjá bæjarráði í sumar og framkvæmdi við nýtt íþróttahús á Reyðarfirði. Þetta er þá svona heildar þau mál sem eru. Þetta er frá fundi bæjarráðs og áður sagði 28. september. Það er framkvæmdar á hjúkrunarheimilina, 30 milljóna króna framlag vegna viðvarandi hallareksturs á Huldu Hljóðuppsölum. Og eins og kom hér fram í máli formanns félagsmálanefndar, þá hvernig það skiptist milli 14 milli Hulduhlíðar og 16 milli Uppsala. Þannig að hér er lagt til að 24,6 milljónum ásamt en á móti kemur að við höfum áður samþykkt að fresta, að framkvæmdar hjúkrunarheimilina hafði áður samþykkt að fresta árinu 2000 viðhaldsverkefnum sem var búið að samþykkja í fyrri viðauka að fjárhæð 5,4. Fyrir því liggja einfaldar ástæður. Það eru framkvæmdir sem við fengum mótframlag á móti úr framkvæmdasjóði aldraðra. En það liggur nú fyrir að við munum ekki fá í það verktak á þessu ári það framkvæmdir jafnframt því sem COVID gerir það verkum við. Það er bara ekki, við erum með takmarka aðgengi á hjúkrunarheimilunum og getum þar ekki farið í þær framkvæmdir. Þannig að það var upphæð 5,4 sem er tekin tilbaka á móti á þessu ári. Til þess að allur vafi sé tekin af þá fellur ekki niður framlag úr framkvæmdasjóði aldraðra milli ára. Það færist á milli ára. Og þannig að við metum stöðun á því á nýju ári þá. Þannig að það er 24,6 milljónir sem verður bætt í fjárhagsstand ársins í málaflokkinu félagsþjónusta í deild 02410 og heildaráætlun því 78 milljónir á árinu 2020 og viðbótarframlag áður sett. Síðan var á fundi bæjarráðs sömuleiðis 28. september staðið uppgjör vegna rekstrar skíðasvæðisins í Oddsskarði við Austurríki EHF. Samningur hljóðar upp á kaup og búnað og tækjum að fjárhæð 20,2. Ekki var gert ráð fyrir þessum kaupum í fjárhagsáætlun en vegna þess að það er samhliða þeim samningu sem við tókumst á við skilin á svæðinu en hluti er rúmast innan fjárheimilda sviðsins og aukningin er 16,7 milljónir. Þannig að 8,7 bætast til fjárhagsáætlans í fjárfestingu tækjamiðstöðar vegna skíðalift eða sem kallast skídatakerfi, stýrikerfis sem upp á fyrir gesti svæðisins og síðan annað 8 milljónir í rekstur skíðamiðstöðinni í Oddsskarði. Þar eru kaup á skíðalegu búnaði og fleiru. Síðan var samþykkt á fundi bæjarráðs 11. maí að ráðast í verkefni sumarfrístund og kostnaði þess yrði mætt með viðauka. Það er endanlega kostnaði lág fyrir. Kostnaði verkefni nam 3,5 milljónir króna. Honum verður bætt við fjárhagsáætlun ársins rekstri 06-010 tómstundaráð og þar leiddi sá rekstur konið 39,2. Síðan var samþykkt á fundi bæjarráðs 18. maí kaup á hljóðkerfi í húsin okkar til þess að gera þau hæfari til að taka móti viðburðum og fundum
og þetta skiptist á milli Egilsbúðar, Valhallar og Skrúðs. Þetta voru kaupa 13, hlutur Fjarðabyggðar var 7,6 milljónir króna í þeim kaupum og þeim er bætt við í eignasjóði og í rekstri menningarmála. Og þá að setja samþykkt 10. júlí síðastliðin að ráðast í uppbyggingu nýs íþróttahúss á Reyðarfirði. Eins og með þekkja til hvernig til þessi er stofnað, en það er ekki inn á fjárhagsáætlun, þannig að við tökum við það inn í viðauka. Það var samþykkt að hefja þá jarðvegsframkvæmdir meðan grunnskólinn væri í sumarfríi og endanlega hönnun hússins og mismunandi verkþættir boðin út samhliða gangi verksins. Á fundi bæjarráðs 27. júlí var síðstjóra falið að koma verkin í framkvæmd, vinna við hönnun og jarðvegsframkvæmdir að Hafnar, og hönnun gengur vel og er svona, ekki segja, ákveðnum svona er að ná svona, það sé nú ekki tengt þessu viðauka, er að ná svona loka stigum að mörgu leyti og áttir að fara svo fyrir starfshópinn til skoðunar og álitsgjafar og síðan inn í eignarskipulags- og umhverfisnefnd og svo áfram. En þær framkvæmdir sem nú eru, áfallin kostnaður eru 30 milljónir og þessar tveir liðir framkvæmdirnar áallar 40 milljónir, þessast jarðvegsframkvæmdirnar annars vegar og síðan hönnun hússins að loka henni, þeim er þetta ekki lokið. Og þannig að 40 milljónum er þá lagt til að vera bætt við fjárfestingar í fjárhagsáætlun í eignasjóði vegna byggingar nýs íþróttahúss. Samandregin hafa þessar breytingar þau áhrif að ekstra útgjöld í A-hluta hækkun 39,8 og fjárfestingar í A-hluta 52,6 og þær voru áður fjárfestingar áætlaðar í eignasjóðum 247 milljónir rúmar og í tækjamistu 42, sjóður í upphafs lækkar 92,4 og eigi fyrir einstakar stofnun og samstæðan heilbrigðis til samræmis. Samandregin var sjóðstað áætlaði í loka árs 2020 645 milljónir en er nú áætlað 556 og undir þessum viðauka sem bæjarfulltrúar séu í gegnum sínum er svo nánari sundurljón einstöku liðum. Þetta er heildarmynd viðaukans. Takk fyrir. Orðið er laust. Einar Már Sigurðarson. Forseti, ég ætla nú að reyna að tengja það sem ég segi örlítið við þennan dagskrálið, en að því ég segi forseti, þá glemdi ég áðan að óska nýkjörnum forsetavorum til hamingju með starfið. Ég held að þetta séu merk tímamót. Ég veit að þetta eru merk tímamót í sögu okkars sveitafélags, en ég held að sé, þó við horfum víðar til gömlu sveitafélagin okkar líka, að Eydís sé fyrsta konan sem að gegnir slíku embætti og ég vil nota þetta tækifæri sérstaklega til að fagna því. En að öðru leyti dagskráliðin, þá verðum við auðvitað að horfa til þess að nú erum við farin að gera viðauka og nokkurar upphæðir að við lifum á þannig tímum að við verðum að búast við því að jafnvel getur orðið fleiri þó við vonum að þeir verði það ekki. Það kom hér vel fram í máli Hjördísar áðan þegar hún var að fara yfir málefni hjúkrunarheimilana að COVID hefur víða komið við og það hefur víða sést merki þess að þessi faraldur hefur yfir okkur gengið eins og aðra þó að við höfum að margan hátt sloppið betur en ýmsir. Það var mjög athyglisvert að hlusta í morgun á fjármálaráðstefnu sveitafélaga þar sem að meðal annars var verið að fara yfir nýja yfirlýsingu sameiginlega samkomulag milli Sambandsíslenskra sveitafélaga og ríkisstjórnarinnar þar sem framkemur að það er mikilvægt og þessi sameiginlegur skilningur sveitarfélagana og ríkisvaldsins að það verði ekki dregið úr þjónustu og atvinnustigið verði tryggt. Við höfum starfað algjörlega í þessum anda og munum gera það áfram því að það er mikilvægt að við missum ekki niður ástandið hjá okkur eða almennt á landinu þannig að það verði verra en orðið er. Við þurfum að tryggja það að viðspyrnan verði öflug og með því held ég að við getum stytt þann tíma sem erfiðleikarnir munu standa. Þetta er Einar. Þá er orðið laust. Viku 4, enginn hefur óskað taka til máls. Ég ber lið 10 fjárhagsáætlun 2020 viku 4 upp til samþykktar þeir sem hann vilja samþykkja. Hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Þá er dagskrá fundarins tæmd og verður boðið til
næsta fundar með dagskrá. Ég vil minna bæjarfulltrúa á fjármálaráðstefnuna sem er núna í gangi og mun vera þá seinni dagur morgun kl. 10 í fyrramálið í fjarfundi. En já, ég þakka ykkur fyrir fundarsetuna og segi þá hér með fundi slitið.